Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það er gestur frá Hæli sem heilsar ykkur hérna á mánudagskvöldi 25. ágúst og það er náttúrulega mikið gleði og gaman framundan í boltanum og sérstaklega fyrir okkur sunnlendinga þessa dagana. Það er náttúrulega Selfoss Stjarnan næstu helgi bikarúrslita leikur og ég kom með náttúrulega Eyjamann á línuna, Jón Ólaf Daníelsson, þjálfara kvennalið IBVs. Komdu bless á sætleðingi? Já, blessaður. Þakka þér fyrir að svara kallinu. Já, það var nú lítið. Hvernig hafið það þarna í Eyjum? Bara mjög fínt. Já, það er ekki rok hjá ykkur núna eins og víðast hvar? Nei, það er aldrei blíða þessa stundina. Já, ég veit aldrei hvort að maður á að trúa ykkur eða ekki því að það er alveg sama við hvernig maður talar á Eyjum, það er alltaf gott viður hjá okkur. Já, það er bara rok hjá þeim sem eru hátt á fjöllum eða upp á Stórhöfða en við sem höldum okkur hérna í bæ, það er alltaf blíða. Já, nákvæmlega. Herðu, nú er IBF í pepsideild kvenna og þið eru í 7. sæti þegar svona, þeir eru, hérna 7 fyrir eftir. Hvernig er svona, hefur þið fundið sumarið vera? Það eru nú færri umferðir eftir, ekki 5 leikir eftir núna. Jú, þetta er svo fljótt að líða, maður ruglar svo öllu saman. Nákvæmlega. Þetta hefur verið dálítið risjótt hjá okkur og erfitt, en hérna svona árangurinn kannski svona eins og við kannski gerðum okkur grein fyrir svona í vissum skakaföllum sem við urðum fyrir. Þannig að við erum svona vonast til að geta klárað þetta með vissi reisn og kannski komið okkur aðeins ofar í töfluna. Já, og það náttúrulega eins og komst inn á þá voruð þið í svolítið leikmanna vandræðum þetta í byrjun sumars. Já, við sem sagt eftir góða sigra í hérna Lengjubikarnum sem sagt þar sem við bæði sigruðum Akureyringana og Selfyssinga að þá hérna meiddist hún aðalvarnarmaðurinn sem við fengum og hérna og svo var sóknarmaður sem átti að koma til okkar frá Suður-Afríku sem að komst ekki bara vegna svona mistaka í pappísvinnu og hérna og þá var alveg ljóst að það brattan að sækja. Já, nákvæmlega. En svona heilt yfir, hvernig hefur þið svona Pepsi-deildin, hvernig hefur þið fundið svona rúlla í sumar? Bara mjög vel, það er mjög ánægilegt hvað þetta er allt orðið miklu jafnara og hérna þó að Stjarnan sé kannski með dolla afgerandi fórusta þá hafa nú kannski úrslitin ekkert verið ekki neina dveggjastafatölur sem sagt nema í einu leik í sumar og það hefur bara verið lítið einhverja svona ofursigra sko. Já. Og þetta veit bara á gott sko. Þessi, Pepsi-deild kvenna virðist vera, breytast út í það er svona, liðin ekkert að sko busta hvort annað lengur eða þannig og þetta er miklu jafnar og meira spennandi deild núna. Já, það er náttúrulega, það er alltaf að koma upp, kemur mikið að leikmennum upp á hverju ári og svona dreifast betra á liðin og ungi leikmenn eru auðvitað að spila heima hjá sér bara og þetta verður náttúrulega til þess að auka gæðin í deildinni og hérna hjálpar liðunum bara í sínum uppbyggingum á meistaraflokksliðum. Já, og svo er líka með það, venjulega hafa kannski verið eitthvað bara einn markaskorur úr hverju liðila sem að skora öll mörkin og núna í sumar þá er náttúrulega bara Harpa Þorsteinsdóttir, hún er eina svona sem að skora alveg eins og vitleysingur. Já. 23 mörk í 13 leikið, þetta er náttúrulega óeðlilegt. Já, þetta er full mikið að vinna góða. Ég veit óskar svona eða ekki að skora í svo landsleik á móti Dönunum. Já. Heldur að vera að raða þessum mörkum á okkur hérna. En Harpa er náttúrulega bara, hún er frábær leikmaður og maður verður líka samgleðast henni bara. Já, nákvæmlega. En svona, Stjarnan náttúrulega efstir og svo Breiðablik þær fylgja svolítið í öðru sæti en það er voða lítill munur svo þarna alveg frá, eiginlega bara frá öðru sætinu alveg niður í það 8. Já, það er, sjálfur sér svona eins og þú segir, þetta er líka þessi engin munur bara og hérna sem að gerir þetta bara svo skemmtilegt. Já, og ég myndi svona í þessari framþróun í kvennafótbolta sem er í gangi bara akkurat þessa stundina þá myndi ég vilja að liðum er í fjölgáðum 2 í deildinni og hérna afleggingarna geta orðið að deildinni er eitthvað tvískipt en það yrði ekkert verra. Nei. Það er bara alls ekkert verra og hérna og ég vil bara setja enn skemmtilegri blæ á þetta og
Og ef afleiðingin svo að deildin tvískipta þá yrði það bara í eitthvað stuttan tíma því að fljótlega yrði þetta bara eins og þetta orðið núna, bara mjög jafnt. Nákvæmlega. Og ég meina það eru það mikið að fyrstu deilda liðum núna í, á B-riðli að þetta ætti nú alveg að ganga upp, þetta fyrirkomulag að vera með 12 liða deild. Já, ég ekki nokkur vafa um það. Ég held að þetta sé eitthvað sem bara við ættum ekki að bíða með. Já. En hérna, svo að öðru, hvernig landsleikurinn í vikunni, hvernig fannst þér landslið okkar standa sig? Mér fannst við vera alveg svakalega góðar í þarna fyrstu 30 mínútur og svona í raun bara allan fyrir hálfleikinn að koma þarna bara einhver, ég veit ekki, 7-8 mínútur kafli eftir 30 mínútur þar sem við svona aðeins mistum tökin en hérna ég ekki nokkrum vafa það ef við höfum skorað þarna á þessum fyrstu 30 mínútum að þá hefðum við bara aukið fórustuna. Já, nákvæmlega. Mér fannst Danirnir ekki, bara þær áttu ekki möguleika gegn okkur í þessar 30 mínútur og ég sjálfur svo svona bara ekkert í fyrir hálfleik en svo náttúrulega stjórna færdóldi kannski í seinni hálfleiknum og hérna og gerir þetta eina mann sem skar á milli sko. Já. En já, möguleikar Íslands í rauninni má segja úr sögunni en við erum samt alveg jafn góður Danir eða betri ef eitthvað eða ekki. Já, við getum allavega sagt kannski að við séum jafn góðar í fótbolta og Danir eru. En auðvitað, það náttúrulega að koma þarna nýtt landslið í rauninni upp núna. Eða svona, það svolítið uppbygging í... Já, það verður gaman að segja sko, núna förum við ekki í næstu lokakeppni og þá svona þarf náttúrulega bara strax að byrja að hugsa framtíðina og ef það einhverju leikmenn sem kannski eru konur aldur að þá þyrfti að láta þá leikmenn kveðja og láta þá leikmenn sem að taka við strax þá tækifæri sko. En nú bikarúrslitaleikur næstu helgi og já, það lið sem þú þekki náttúrulega vel, þú ert nú búin að þurfa að mæta þeim 3 í sumar, Selfoss og Stjarnan. Já. Og hvernig leggst á leikur í því? Bara vel, menn náttúrulega bíða spennt rétti hvort að Selfyssingar fái Dagníu og Celeste og Telmu til landsins. Já. Nú ef að þær að koma þá alveg klárt þetta voru hörkuleikur og þess að Selfyssingar eiga alveg jafn mikið möguleika og Stjarnan að vinna. En það hallar nú töluvert á Sunnlendinga ef að þær ekki að koma. Já, þetta verður erfiður leikur allan en hvað það svona eins og segjum við á Dagný og Celeste koma ekki og Telma ekki heldur eiga Selfoss eitthvað möguleika eða það bara taktík kannski geta unni Stjörnuna er hægt að vinna Stjörnuna í knattspyrnu? Já, sko náttúrulega ef að þessar 3 ekki að koma til landsins þá getum við alveg gefið okkur að Selfoss sé lélegra lið en Stjarnan í þessu leik og ef þú ert að fara í leik og þú veist að þú ert lélegra aðeins þá þarftu að finna upp bara einhvað leikkerfi sem að geti dugað þér í þessum eina leik og Gunni, hann klárlega búinn að kortleggja þetta og skoður Stjörnuna vel og það alveg klárt að ef þú hefur tíma og gögna þá getur þú búið til einhvað sem að kemur anstæðnum í opna skjöldu og á fallegum degi með góðan stuðning þá allt hægt. Já, og ringja kannski Stjörnuþjálfarinn en hafa hörpa á bekknum bara. Já, það spurning. Ég hugsa að það verður nú ekki árangur í samtal en það má reyna. Já. En svona stemningin samt sem aður í boltanum í sumar í Vestmannaeyjum, hún búin að vera góð? Já, þetta hefur verið náttúrulega svona bæði kall og kvennaleginu, þetta hefur verið risjótt, þetta hún góð stemmingin eins og hún var eftir leikinni á kallunum í gær og það sem allt innum munna bara orðið 60 upp í Evrópusæti. Já, þetta alveg ótrúlega fljótt að breytast. En samt sem áður ekki lausir við fallröðin þannig að það var glatt á hjalla í gær og þetta gengur náttúrulega upp ofan bara eins og gengur og gerist í lífinu í öllum hlutum. Þessi Pepsi-deild karla og bara eins með fyrstu deildina og eins við Pepsi-deild kvenna, þetta alveg hrikalega jafna deildir. Þetta mjög jafnt og spennandi og þetta náttúrulega bara eins og allir knattspyrnu unnendur og knattspyrnu iðkendur vilja hafa það. Ókvæðlega. En svona, þið eru alltaf í samstarfið ekki núna við Rangárvallasýslu í yngri flokkum starfi? Jú. Og hvernig gengur það?
Það hefur bara gengið svona sæmilega. Það svo sem sagan nú ekki með samstarfi en svona við reyndum að hafa þetta á eins einföldum nótum og mögulegt og og þetta náttúrulega verður sterkara kannski með hverju árun sem líður og við og vonandi heldur bara áfram að styrkjast. En þið eru með akademíur eða ekki? Jú, við erum bæði með grunnskóla og framhaldsskóla akademíu hérna. Já, og helgaðu sig alveg bara knattspyrnunni þarna? Sjúlingar? Við erum bæði með fótbolta og handbolta akademíu hérna. Og inn í því styrkta þjálfun þar sem að iðkendur annar íþróttagreina geta komið þar inn. Já. Þannig að þetta leggst, það er alltaf stemning í Vestmannaeyjum. Já, þetta nýtist öllum íþróttagreinum sem að vilja koma að þessu og þetta er gengið bara mjög vel. Já. Nú er náttúrulega erfitt að spyrja þig og láta þig spá hvernig leikur Stjarnan og Selfoss fer, þar sem að er náttúrulega ekkert vita hvort að Selfoss verður með þessi sterkasta lið eða ekki. Já, mig grunar að þú vitir allt málið en ég ætla nú ekki að ganga á þig með það. Nei. En ég ætla að segja að Selfoss vinni 3-2 ef að Celeste og Dagný koma. Já. 2-1 fyrir Stjörnunni ef að þær koma ekki. Ég spil á þessa spá hjá þér. Er það ekki? Jú, Er ég ekki svona eins og góður pólitíkus? Gerir alla sátt af við mig. Já, alla sátt af við, nákvæmlega. Svona eitthvað í lokin, Jóna Laura, áður við kveðjumst að sinni? Já, ég bara óska Gunnari Guðmundsssyni velfarnaðar sem eftir á mótinu. Ég vil endilega að svona gæfan leggist og honum í lið það sem eftir er. Nákvæmlega. Og svona rétt í lokin, þú hlýtur að eiga þér upp á sliði í enska boltanum því að nú hann byrjar að rúlla? Já, ég á mitt uppáhaldslið náttúrulega eitt af frægari liðum í Evrópu enda urðu Evrópumeistrar 2 ár í röð. Reyndar árið 1979 og 80. Já. En gera aðri betur, það er Nottingham Forest. Nottingham Forest, já. En það sem að vera okkar í fyrstu deildinni er orðin ansi löng að þá hef ég nú hallað höfði mína Manchester United í efstu deild. Já, nákvæmlega. Og það er stanslaust verið að vesla þar inn núna? Já, þetta eins og alls þar er þetta mikla vendingni, þá kemur smá dífa og menn eru bara að vinna í því. Já, ég verð svona að spyrja þig rétt í lokin, Nottingham Forest, þú áttur þá ykkur á uppáhaldsleikmenn þaðan? Já, það var náttúrulega Trevor Francis á sínum tíma og Nigel Clough og Stuart Pearce. Já. Og hann er náttúrulega tekinn við liðinu núna. Þannig að við horfum fram á bjarta tíma á City Ground. Já, auðvitað. Ég spyrja því og þú verður náttúrulega fyrsti maðurinn að fagna. Eru margir Nottingham Forest aðdáendur til á Íslandi, veistu til þess? Það er nefnilega alveg ótrúlega mikið. Já. Og ég hef nú sagt skemmtilega að sögja bróður mínum, hann var að vinna upp á 7. hæð í Reykjavík. Já. Og engar svalir fyrir utan gluggan hjá honum. Hann snýr bætti gluggan að vinna í tölvunni þegar það bankað á gluggan hjá honum og hann náttúrulega gjörsamlega fróðufellur af hlæðslu því honum brá svo því að maður kannski ekki vona að þessi bankað á gluggan hjá honum á 7. hæð þegar engar svalir eru. Þá var hann með mynd af börnunum sínum á borðinu í svona Nottingham Forest ramma. Og sá sem bankaði bara hann að opna og spurði hann, heyrðu, ertu Nottingham Forest aðdáandi? Já. Ég varð að banka vegna þess að ég er það líka og ég hélt ég væri svo einn á landinu. En trúðu mig, við leynumst við það eru alveg haldt í 10 Forest-menn hérna í Vestmannaeyjum. Já. Já. Og þar fer Sölvi Breiðfjörð fremstur í flokki. Já, er það hann sem smittar út frá sér? Já. Hvernig gengur eitthvað koma þessu Nottingham Forest í hausinn á úlingunum sem þú ert að þjálfa? Já, það er ég er náttúrulega þjálfa alltaf einhvern Inga Þorláksson í leiðinni og það er bara reglan ef þú vilt fá að keppa þá þarftu að halda með Nottingham Forest í fyrst deild. Það er bara þannig. Þannig að róður okkar, hann eykst. Já, þú ert svona eins og Kjartan Björnsson Hárskeri Selfossi, Arsenal. Já, einhver betri. Jón Ólafur Daníelsson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel restina af mótinu. Takk fyrir. Bestu þakkir. Já, bless. Já, Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari IBVF í Persdeild kvenna. Hann er mikið flottur Nottingham Forest aðdáandi. En
Það allan þannig, það einn leikur í enska boltanum núna og þeir sem eru að reyna að fara að horfa á þetta í kvöld og vilja ekki vita úrslit leiksins í Man City Liverpool ættu að halda fyrir eyrum núna. En staðan í leik Man City og Liverpool 3-1 fyrir Man City. Stefán Jovetic skoraði fyrsta markið á 41. mínútu og svo var hann aftur að fara inn á 55. Svo var Sergio Aguero sem kom City í 3-0 á 69. En Pablo Zabaleta skoraði sjálfsmark fyrir Liverpool. Þannig að staðan 3-1 og það í uppbóta tíma núna. Við ætlum að halda okkur áfram í bikarúrslitaleikin og heyra í fleirum fólki og leyfa mönnum að spá og speglera í þessum leik. Farið ekki langt hlustu góður. Sportátturinn hérna með ykkur til rúmlega 11 í kvöld. Og svo það náttúrulega landsleikur í körfubolta næstkomandi miðvikudags kvöld. Og það verður að fylla höllina þá. Það nú bara þannig. Skellum einu óskalagi hérna Bang 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 Bang